Góðan daginn og gleðilegan, fallegan mánudag. Og velkomin í Dramakastin. Hvað segirðu? Ertu búin að fara í eitthvað dramakast sem við tölum saman senast? Nei, ég er búin að vera bara nokkuð róleg, Já, myndi ég segja. já. Ég var að pæla, fórum við í eitthvað dramakast út í Chicago? Þú varst alltaf einhvers dramakasti. Er það? Þú varst svona smá kannski stressuð þegar við vorum eitthvað svona að fara eitthvað aðeins út fyrir það sem þú þekktir. En kannski ekki dramakast, en svona smá. Já, já. Smákast. Já, að því líka í Chicago er alveg hættulegt. Já, bara eins og allar stórborgir, samt. Já, en samt, ég held alveg að Chicago sé alveg svona hættulegra enn flest. Ok. Og svona, ef þú labbar, þú veist, örlítið lengra til hægri, þá bara geti eitthvað ræðilegt gerst, skilur. Ok, alltaf. Ég veit ekki, ég er alltaf bara svo confident, þú veist, það er að líka er fólk í kring, þá er ég bara eitthvað svona, það er fólk hérna, Já, þú veist, það er enginn að fara að stinga mig, nei, ég veit það ekki. já, En kannski. já, nei, annars held ég við sem bara búin að vera frekar sallar rólegar. Já, ég held það líka. Bara veðrið er áfram giving. Við erum að taka þetta upp svona smá fram í tíman og ég er á leiðin til London. Ég er ógeðslega spennt að sjá hvort að leikarinnir komi í Devil Wears Prada númer 2. Þegar þessi þáttu kemur út, þá er ég örugglega búin að fara, sko. Oh my Eða nei, god. nei, örugglega ekki, en ég er örugglega alveg að fara. Já, Hún sést að fara á, ertu ekki að fara á einhverja forsýningu? Já, frumsýninguna á Devil Wears Prada. Já. 2. Ég held að það þeir eru að vera ógeðslega tregir að svara mér og eitthvað, þú veist, það er búið að bjóða mér en þeir eru ekki búin að segja mér dresskóð til þess. Nei, Ég veit ekki hvað ég á að taka með mér. þú bara ferði í bikini. Ég er að finna mér kjól. Ég er bara, halló. Já, Devil Wears Prada er svona fashion Ég mynd. myndi halda Þannig að það. þú verður að fara í einhver smá crazy kjól. Jú, ég myndi halda það, en síðan er það svona smá confusing og þetta eins og til dæmis fór ég á hann að Barbie, það var endur ekki frumsýning, það var screening sem er bara svona sýning og ég bara mætti, þú veist, fín og eitthvað, ekkert eitthvað í síðkjólun, bara fín og þá var það greinlega meira svona fyrir, þú veist, blaðamenn og eitthvað, þannig að það var allir bara í gallabuxum og ból, ég var eina í kjól og voru þú veist kannski svona 5 áhrifaðar eitthvað Já. og þau öll náttúrulega í fínum fötum og eitthvað, En ok, það er betra overdressa en underdressa. það er satt. Og þá fær maður líka betri myndir og enginn sem að sé myndindar veit að maður var eitthvað overdressed. Nei, þannig að það skiptir ekki máli. einmitt. En já, hvað ég sagði aðstæðlega? Ert þú búin að vera með eitthvað obsession of the week? Og ég segi mitt fyrst. Já. Ég er búin að, ég byrjaði að horfa aftur á Vampire Diaries. Já! Ég er Ég er nefnilega, að skemmta með konunglega. það er nefnilega alveg mjög stutt síðan að ég byrjaði aftur. Já, ég er komin á sko seríu 5 held ég. Oh my god, ok. Já. Ég sko aldrei klárað þetta. Nefnilega ekki heldur. Ekki? Nei. Ok, við klárum þetta saman. Já, ég bara fekk þetta einhvern veginn upp á Netflix-akkánti minn og ég var svona, ok, ég kláraði þetta aldrei. Prófa bara að byrja upp á nýtt og sjá hvort þetta inn í þetta. Og ég sökk inn í þetta. Þetta er svo skemmtilegt. Ég elska þetta. Ég veit. Elska Vampire Diaries. En ég veit ekki af hverju, en ég einhvern veginn dett alltaf úr á svona svipum, ég man ekki nákvæmlega hvað stað, en ég einhvern veginn hef aldrei náð að bara svona klára allt. Nei, sko, að því að þetta verður svo ótrúlega flókið og complicated. Já. Og einhvern veginn, allir er að deyja og svo lifna við og deyja og lifna við og eitthvað. Að þá verður maður bara svona, halló. Það er mikið af doppelgangers og þessi Já, og eitthvað já. svona. Ég detta þér alltaf úr þegar hann hina vampírunar koma, hann að Klaus og Gjallan. Ha? Já. Já, ég reyndi að Þá datt úr byrjaði því ég datt úr. fyrst. Já, ég datt úr því fyrst. Og þannig að ég komst í gegnum það. Og svo datt ég út þegar komu aðrar svoleiðis. Þá datt ég út, það eru svona, Ég hef aldrei komist þangað. nei, en maður þarf eiginlega bara svolítið að halda áfram. Já. Nei, Þótt þetta vera smá boring á pörtum. Já. Já, Af því að ég er bara svona einn og einn þáttur sem er bara genuinely leiðilegur. Já. En svo verða allir hinni það geggjær. gerist. Horfðir þú ekkert mann á allt Pretty Little Liars? Já. Er það? Ég er nefnilega sko, þegar við vorum yngri þá kláraði það aldrei. Já. En síðan, það er ekki það langt síðan að ég ákvað að taka það allt Já. og mér finnst það geggjað. En þetta fer náttúrulega út í algjörspill. Ertu að horfa á það núna aftur? Nei, þú veist, það er alveg nokkur ár síðan. Já. En ég var bara svona pæli í þessu út af Við ættum að byrja að gera það. Já, mættum að gera það. En út af því, sko, þegar ég horfði á þetta þegar ég var lítil, þá elskaði ég Pretty Little Liars. Já. En ég til dæmis komst aldrei að því hver eigi actually var. Fyrir en, þú veist, þegar ég horfði á þetta síðan aftur. Já. Fyrir svona 3 árum eða eitthvað. Oh my god. Þú veist, sem svona fullorðin. Já. Það ég hef reyndar ekki
ég held ég að klára þetta hvað ég svona 9. bekk. Ó, það? Ok. Þannig að, já. En það er svona þættir samt sem að fara út í svona smábyll. Því líka ruglið. Út af því að þetta er alltaf svona, maður heldur þetta sé og þá er það ekki. Og svo er það þessi og það nei, það er ekki þessi. Já. Og eitthvað svona, þeir eru bara að draga þetta svolítið, þú veist. En þannig að við náttúrulega sáum Esra. Já! Kennaran. Ó, ég gæti ekki búin að gleyma því. Hann var að labba inn á eitthvað hótel. Hann var að labba inn í Laugaveginn. Já, og var að labba inn á hann hótelið. Já, hann Hótel Alda, eða ekki? Já. Hann var eitthvað, þú veist, að labba á móti okkur og svo labba hann yfir götuna og við horfum okkur aðra og vorum bara, var þetta hann? Var þetta Esra? Ég trú ekki, við höfum ekki farið þess að hæfa hann og fengið mynda. Ég trú, en ég tók mynda á hann, sko. Já, líka, en bara aftan frá, þannig sést ekki sem það sé hann. Nei. En við vorum alltaf hitt og við hefum líka hitt á Laugaveginum líka Owen Wilson. Það var sjá. Manstu eftir því? Það var svo fyndið. Og líka honum fannst það svo fyndið. Já, og líka sko vinur hans snýri sig við og var eitthvað að hlæja. Og þegar við löpum, þú veist, við svona mættum honum á Laugaveginum og við vissum alveg hann var á Íslandi. Já. Mættum honum á Laugaveginum og við gerðum horfðum svona gett mikið á hver aðra, horfðum sér svona fyrir aftan okkur svona. Og þá snýri hann sér og vinur hans við og voru svona að hlæja og Varst það að fyndið? Þau vorum eitthvað, ég held að við höfum verið að leiðinni í vinnuna. Já, að það? Já, við varum að labba á Snæland, þú veist þess að við varum að labba á Laugaveginn. Já. Örgulega líka þegar við hittum Esra voru líka að labba á Snæland. Alveg pottþétt. En já, þegar við vorum kannski svona 16 ára, 17? Já, mögulega sko bara 15. Er það ekki? Nei, ég byrjaði að vinna á Snæland 2015, þá við verið 16 ára. Ok, við vorum pott 16 þá. Já, 16. Svo höfum við líka, að því við erum svo miklar, við náttúrulega byggum báðir í miðbænum. Já. Og við vorum alltaf í miðbænum á Laugaveginum og eitthvað. Og við hittum líka Lady Gaga. Já, þá biðum við ógeðslega lengi. Og við biðum í marga klukkutíma fyrir utan hótelið hennar. Það verið 4 klukkutíma eða eitthvað, sko. Já, bara til að sjá hennar labba út á hótelinu. Já. Og inn í bíl. Já, og það fyndna sko, ég átti ekki svona snjallsíma á þessum tíma. Ég var ekki með hennar myndavél. Ég bókstaflega horfði, þetta bara back in the day, sko, get old school. Já. Ég bara tók þetta inn með mínum eigin augum. Oh my god. Ég fekk ekki svona einadráðin. Ég nefnilega á einadráðina ennþá. Veistu hvað hún er? Já, hún er í, að því ég er með svona memory box. Frá því að við vorum unglingar. Já. By the way, mæli með. Já, fyrir alla unglinga að búa til memory box. Já. Mitt er alveg stórt. Mitt er alltaf að stækka. Já, og þetta er bara eitthvað svona alls konar. Þetta var bara tónleikamiðar, allir ballmiðar, armbönd á samfés og tónleika. Og líka, þú veist, Polaroid myndir, öll kort sem maður fekk. Já. Eitthvað svona ammæliskort. Og svo er mikið af eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona nokkur steinum sem við tókum úr eitthvað blóm og pottum og eitthvað djammi og bara eitthvað svona. Ég með, þú veist, eitthvað svona. Við byrjaðum þetta á sama tíma og var með svona lítinn kassa og setti allt svona minningadót og þú veist ég með eitthvað nammibréf frá fyrsta stráknum sem ég var að eitthvað svona gaf mér eitthvað nammi og ég setti bréfið í kassan og þú veist alls konar eitthvað svona dót sem er ógeðslega gaman. Við ættum ándjóðs að gera svona minningakassa haul á TikTok sko. Það er ógeðslega góð hugmynd. Því ég er ennþá, þú veist, ég set alltaf öll kortum sem ég fæ í minningakassan. Það er enda mjög sniðugt. Ég er alveg minni bara búin að vera lokaður bara forever, en hann er hérna. Ég mæli mig, mér er svo gaman að eiga allt svona og síðan, þú veist, ég reyndar á tímbili var ég gemdi hver einasta bíó með að, og með þess að fyrir það þá gemdi ég alla skipti með þess að ég fór í strætó. Sem var alveg smá klika. Gæði eitthvað minni ekki sem skipti með það. Og síðan ég var með og gætt lengi í kassanum og svo hvarf allt blekið. Og þá var þetta bara fullt að hvítum miðum. Já, spes. En ég geymdi alveg, þú veist, stundum flugum með eftir eitthvað svona stór ferð. Já. Alls konar svona. Óskemmtlegt. Já, við þurfum að gera haul. Við gera það. Já, við gerum það eitt fann. Margt annað samt sem ég má áreglega ekki sjá, en það er alltaf leið. Það er alltaf leið. Það er bara fyrir ykkur til að sjá. Já. En, ég var að henda okkur í drama of the week. Já. Ég ákvað að hætta að senda strákinn sem ég var að tala við að fyrrabræði. Og núna komin heilu vika síðan við tölum saman, skipti ég bara aldrei máli fyrir honum. Já, ok, ég skil. Þannig að hún hætti. Þau voru að spjalla, hún hætti að tala við hann. Já, hún hætti að senda fyrrabræði. Já, en nú er hún að pæla, þú veist, akkur er hann ekki búin að senda þetta mig. Og það er núna komin heilu vika síðan. Já. Ok. Sko, ég meina þú hætti samt að senda á hann, þannig að þú greinilega hefur ekki beint áhuga á að tala við hann áfram.
Já, en kannski var hann svona smá testan, skilur. Já. En það ekki endilega að þú skiptir aldrei máli fyrir honum, en þú í rauninni hættir að tala við hann, þannig þá kannski hann bara eitthvað að halda í stolti sitt. Já. Fattarðu? Já. Þú veist, það er ástæða fyrir að hann ekki senda á þig, kannski það bara eitthvað svona, ég ætla ekki að senda hana. Hún ghostaði mig, ég veit ekki hvort það var ghostaði hann, en þú veist. Ég veit ekki, sko, mér finnst þá, ef að hann ekki sjúkur í þig og þú ert ekki sjúk í hann, þá finnst mér bara að það ætti að þú ættir að finna eitthvað annan. Já. Sem sjúkur í. Já, sammála. Þú veist, ég skil þig alveg að vera svona. Að vilja testa hana eins. Já, og líka bara að vilja fá athygli frá honum, þú veist, stundum þótt maður sé ekki þegar sjúkur í eitthvað, þá er maður samt svona óbyrðu, en ert þú samt ekki örugglega hrifin af mér? Já, maður vill fá svona smá validation. Já, þú greinilega ákast að hætta að tala við hann, þannig að það er eitthvað ástæði fyrir því, hvort að hann sé að pæli þér eða ekki, þú veist, ég greinilega bara ekki rétt fyrir hvort annað, þannig að ég myndi bara beila. Bara reyna að hætta að pæli því, þú veist. Kannski sendir hann á þig eftir viku eða 2 daga. Já, eftir ára eða mánuð eða eftir 3 ára eða 10 ár. Og það er satt. Þeir koma oftast aftur eitthvað í mann, sko. Án gríns. Það er alveg thing. Það er alveg big thing, sko. Já, en ég myndi samt ekki vera of mikið að pæli því, þú veist. Nei. Bara on to the next, þú greinilega hættir að tala við hann út á ástæði. Reynir bara að fókusa á eitthvað betra. Þig bara. Já, bara sjálfa þig og bara, já. Bara vona að finnir þinn eina rétta. Já. Og eitthvað sem sjúkur þig, af því það eiga allir svoleiðis skilið. 100%. 100p. En, sko, topic þáttarins að við ætlum að gefa svona glow up tips and tricks frá okkur og svo ætlum við að fara í svona smá big sister advice. Já. Svona stóri systur horn eitthvað. Já, smá svona stóri systur þáttur með alls konar ráðum og hlutum. Við erum náttúrulega orðna svona gamlar eins og við erum núna. Við erum náttúrulega bara bara með risaðalurum. Bara nánast farnar á eftirlaun. Já. Nei, við erum nánast það sem fornlega fræðingar rannsaka. Já, angriðins. Það er bara, ef ég myndi grafa þau upp úr jörðinni, þá myndi ég þarf að hringja þau mér saman. Jók. Nei, en þú veist, við erum að vera 27 ára þessu ári. Við erum næst í 30 ára. Ekki segja þetta, Jóhanna. Ói, ég vil ekki heyra þetta. Við verðum að fara í eitthvað rosalega þrítugsferð. Ég ætla alltaf að segja rosalega lítið að gera. Ég veit ekki okkur við varum sem varum að segja það. Við verðum bara að fara í strekkingu og... Já, smá facelift. Já. Nei, veistu, ég held að mitt prime muni vera 35. Já. Út af því að mamma segir alltaf að ef hún mætti vera einn aldur að eilífu, það var 35. Það var best að, já. Oh my god. Út af þá ertu, þú veist, ennþá bara mjög ungur og lítur, ég held að maður líti ekkert eitthvað geggja öðruvís út, 35 og 25. Nei. En þú ert orðin mikið þroskari. Mikið þroskari. Mikið þroskari. Og þá komum við. Þú ert að hafa þetta. Alltaf allir nú að við, orðin miklu þroskari. Orðin er miklu þroskaðri, það er eins og ég sé hvað lömu í munnunum í dag, ég get ekki talað. En fattu hvað ég meina, þú veist, maður er ennþá ungur og sætur, en maður er samt orðin þroskaðri og þú veist, kann meira á lífið og sjálfan sig og þekkir sjálfan sig betur. Vó, mér bara byrjaði að svima eftir að ég fór svona ekki að hlæja. Oh my god! Já, líka við veitum auðvitað náttúrulega fólk á öllum aldri að hlusta á þetta podcast hjá okkur, en við erum ekki að segja að 20 sé bara elsta sem við... Já, nei, við erum líka smá að djóka, sko. Já, en við erum bara, að því við tölum svo mikið okkur sem úlinga og svona, að það finnst okkur við að vera orðnar ógeðslega gamla að því við erum ekki þar núna. Já, nei, til þess sem ungt. En ég ætla líka að segja út að við veitum það er samt líka mjög mikið ungum stelpum að hlusta. Já. Þótt ég veit að það sé alveg breiður aldur líka mjög margir okkar aldur og mjög margir sem eru líka eldri sem eru að hlusta. Já, en það er mjög mikið líka af ungum stelpum og það er svona alls konar sem að þú veist, við hefum alveg viljað vita þegar við vorum yngri. Já, sem 100%. Við getum núna með okkar visku. Kennt ykkur. Kennt ykkur, sagt ykkur. Já. Geð okkar ráð. Já, svona big sister advice er svona ráð þar sem við hefum viljað, ef við hefum átt stóru systur
Já, vilja að hún hefði sagt okkur. Já. Algjörlega. Og við erum alltaf báðar stóru systur. Já. Við erum elstar báðar. Já, en ég á bara bróður. Já. Ég er ekki mynd að segja honum allt þetta. Nei. En þú átt litla systur. Ég er litla systur, já. Ég vona að hún hlusta á þetta og taka þetta til sín. Og við erum báðar líka elstu börn. Já. Þú veist, við hefum hvorugar eldra systkini. Þannig að við þurftum að fá svona strangasta, skilur. Já, líka bara við þurftum að finna út úr þessum hlutum sjálf. Einmitt. Það var enginn sem gerði þetta fyrir okkur. Og við þurftum bara að tala um okkur aðra til að finna þetta út, skilur. Já. Ég var alltaf svona, alltaf þegar ég var lítil að segja bróður mínum eitthvað svona hvernig hann ætti að gera hlutina og eitthvað svona. Og sérstaklega eitthvað svona þegar, þú veist, ég man eins og ég bjóð mig til Facebook og þá var ég bara, já, Ágúst, þú þarft líka búið til Facebook. Já, svona gerum við, þú veist, ég var alltaf svona að kenna honum allt svona. Já. Mér finnst svo steikt pæling út, ég á bara enga systkini. Mér finnst svo skrýta ímyndum mér að eiga eldra systkini. Mér finnst það bara með alltaf langa í stór systkini, já. Já, ég er enda líka. En það er örgulega bara að því ég á það ekki. Já. Man langar alltaf ég sem er á ekki. Ég held bara að það væri svo steikt og því ég er svo vön að vera elst. Já. Að mér myndi finnst ekki að skrýta að vera einhvers veginn eldri en ég, sem væri systkini mitt. Já, það er mjög steikt, hvað. Við viljum byrja á smá svona glow-up tips sem við erum búin að skrifa niður, eitthvað sem við hefum viljað veita eða það sem við fundum út. Ok, sko, fyrsta glow-up tipsi mitt er eiginlega bara, ég er alveg búin að vera að gera þetta forever, bara síðan ég byrjaði að gera mér sæta, skilur er að bara gerði til alla daga. Það er bara mitt. Það lætur mér líða vel. Já. Þó ég sé að vera í próf, þá mér líði eitthvað illa. Bara hvað sem ég geri, þá ger ég mig alltaf til á hverjum einasta degi. Og þá líði mér okkur pónu svo pínlítið betur. Já. Ég er mjög sammála því. Ég reyna alveg að gera það líka. Og það þarf þá ekki endilega að vera bara eitthvað full face og make-up, gerfihá, eða þú veist, bara að gera því snirtilega þannig þið líði vel. Já. Þú veist. Bara að gera þið til hvað svo sem það er fyrir þér. Já, þú veist, það má alveg eins vera joggingalli og bara hárið í snúðum, bara svona að þú fyrst á kannski bara, þú veist, fara í styrtu, setur, að fattur eitthvað svona, gera þið svolítið þannig að þér líði vel út af því að það breytir alveg deginu einum. 100%. Og það þarf ekki að vera klukkutíma, má vera 10 mínútur, skilur. Já, ég tek alveg eftir því að mér genuinely líður verð á dögunum sem ég gerum ekki til. Já, svo sammála. Mér líður einhvern veginn svona smá latari. Já. Og svona eins og ég gæti bara farið aftur upp í rúm og svo. Já, eins og ég sé bara algjör skítur. Já, ég reyni líka að gera þetta og ég náttúrulega vinn, þú veist, mest magnis heima. Já. Og ég finn, þú veist, ef ég græja mig ekki, þá er ég bara eins og einhver sofakartabla. Já. Og mér líður bara eins og ég get þakkilega að segja að vera bara eitthvað í náttúrunum allan daginn, en þá líður mér bara ógeðslega illa. Já. Þannig að, já. Þannig að það er mitt svona stærsta. Já. En þitt. Gott mitt fyrsta er, ég er svona að hvernig ég á að útskýra þetta, en mér finnst að, þú veist, vera bara svona vel til hafður og snirtilegur er mikilvægara heldur en að vera eitthvað svona geggja fín, þú veist, ef ég bara hugsa svona dagstaglega, þá myndi ég vera að prioritæsa það, þú veist, til dæmis að það er styrst að vera að hugsa svona hygiene og þú veist, lykt og svoleiðis og vera bara svona, þú veist, í hreinum fötum og svona frekar heldur en að vera gett mikið að fókusa á að mála mig ekki mikið og fara í geggja dýrföt. Já, geggja dýrföt eða eitthvað. Og þú getur farið í bara, þú veist, bókstaflega sett hárið í tagl, bara farið í styrstu, sett hárið í tagl, verið með, þú veist, næs hérna body lotion, sveitaldi, ylvatn og getur bara verið í joggingbuxum og tanktop. Já, bara bókstaflega ógeðslega basic og bara hárið í snú, þarfst ekki að mála en bara þú búin að þrífa þér framann. Já. Þú veist, þá einhvern veginn verður miklu meira put together heldur en þú myndir bara eitthvað svona setja, þú veist, gef ekki make-up en bara á skítuð andlit. Eða fattar hvað ég meina? Já. Gerðu þið playlista þar sem þú hlustar bara á þegar þú ert að gera eitthvað sem lætur líða vel. Já. Af því að heilinn svona, þá þegar hann hlustar á hennar playlista þegar líður ekki nógu vel, þá mun hann láta þér líða vel automatically. Það er ógeðslega góð hugmynd. Bara eins og þú ert að vera í ræktina, eða ert að gera skincare þitt, láta þér brúnkukrem, þú veist, að læra, já, bara eitthvað svona. Og þá þegar líður illa þá getur þú sett hann á og þá líður þér betur. Já. Það er mjög góð punktur. Það er alveg smá, þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona líkamlegt, en þetta er bara svona smá. En svolítið andlegt. Já, andlegt glow up. Það er alltaf í glow up, þú veist, það er svo ógeðslega mikið í þessu sem er ekki líkamlegt og ekki útlæðslegt, heldur er andlegt, bara
mesta glow-upi sem maður getur fengið að vera með confidence. Já, 100%. Þú veist, bara 1.000.000% og það alveg auðveldar að segja heldur en að gera. Já. Það ekkert auðvelt að bara smella fingrum og vera alltaf í náttúrulega confidence. Alls ekki, sko. Sérstaklega þegar maður úlingur. Það erfitt. Já. En þetta, þú veist, svona margir litli hluti geta hjálpað. Ég ætla að segja eitt sem við var bara þetta í hugsambandi við, þú veist, confidence að reyna að, þú veist, ekki tala neikvægt til sjálfstíns og ekki tala neikvægt sjálfa þig. Já. Og ef þú ert, þú veist, að horfa í speil og hugsa eitthvað neikvægt, að reyna að vera bara eitthvað svona, nei, veistu, ég ætla að, þú veist, aðeins að reyna að hugsa eitthvað annað. Já, já. Og bara stoppa þig og bara, nei, veistu, ég ætla frekar að reyna að finna eitthvað jákvægt og hugsa það. Já. Og, já, ég veit ekki tala neikvægt sjálfa þig fyrir framan við aðra heldur, þótt þú sérst stundum kannski bara svona að djóka. Já. En út af það getur svo mikið fest í heilanauðinum. Já. Fattar þig? 100% sko. Og þú sérst bara eitthvað svona heldur þetta sé fyndið og bla bla bla, en þú veist, já, það getur alveg haft áhrif á þig. Já. Gerðu everything shower allavega einu sinni í viku. Þar sem þú bara rakar þig, skrúpar þig, lætur brungu og eitthvað svona. Já. Bara svona dekrar við þig. Dekurkvöld. Já, og tekur þér alveg svona 2 tíma, skilur. Og ég bara kannski, þú veist, taka til í herbygginu, setja kerti og vera síðan bara eitthvað, það bara besta fyrir í heimi. Bara setja sér body lotion, nýbúin að raka sér lappirnar eða brúnkukrem og þú veist, setja á góða playlistan, lakka sér neglunar eða tennar eða whatever. Já. Best í heimi. Og reyna að hugsa að meira sem svona með svona degur, kvöld en ekki eitthvað svona, ég þarf að setja brúnku. Já, já. Bara svona útlæga me-time í kvöld. Já, bara láttu bara gott podcast. Wink, wink. Já. Allavega þegar ég þú veist, að græja mig svona þá ég alltaf podcast. Ég líka, og þegar ef ég setja þátt þá hætti ég alltaf að græja mig og ég bara standa þetta að horfa. Þannig ég þarf að setja þetta svona, og ég ætla að hafa þátt í gangi, hefur ég séð svona TikTok, ég ætla að hafa þátt í gangi mér í ryksa og svo stendum við með ryksuna og horfa. Já, nei, við mælum með. Mest það mjög gott. Já, ertu með eitthvað annað glóp til? Já, næsta mitt að finna hvað það sem að fer þér vel persónulega í staðan fyrir að vera elta það sem að þú veist, trending eða sem vinkonuna að gera eða þú veist, vinkonuna klæðast eða já, þú veist, finna það sem að henda þér þú veist, ef vinkonunar eru kannski með allt öðru sig húðlit, hárlit, líkamsbyggð andlitsgerð, en þú þá það að fara að líta allt öðru sig út á þér heldur en þeim, þannig að þú veist, finna svona, bara hvaða litir finnst þér, þú veist þegar þú klæðist, láta þig svona skína og þú veist, eitthvað til mann kannski þegar þú getur hugsað svona, já, ok, alltaf þegar ég í gulu þá segja, alltaf einhver sem segja mig að gulur fer mig vel þannig þá það greinlega minn litur og kannski svona, pæla svolítið í því og þú getur til dæmis, þú veist í staðan fyrir að vera að fylgja alls konar áhrifavöldu með eitthvað sem eru bara alls konar kannski reyna að finna fólk sem svolítið svipað á þú í útliti þú veist, annarkvæmst sama líkamsbyggð eða sama húlit, hálit og svona aðeins, þú veist pæla meir í því heldur en að vera að fylgja bara hvað allir eru að gera já, algjörlega en mér fannst alltaf hjá mér, þú veist, mjög mikið að svona finna hjá mér að mér fannst ég lítið miklu betur út til þess fattaði, þú veist, að mér fannst fara mig betur að vera með ljóstár og mér fannst fara mig betur að vera með gullita skart og ég til dæmis klæðist mjög oft ég náttúrulega svörstu núna, en ég klæðist mjög oft ljósum litum alls svona litir já, þú ert miklu sættar ljósum litum heldur en ég til dæmis finnst það? Já, mér finnst það bara fara mér betur, mér finnst svart ekki endilega fara mér vel, þótt ég fer alveg í svart föt, mér finnst það flott, en mér finnst það ekki endilega fara mér ekki vel. Já, mér finnst svartur alveg fara mér vel. Já, mér finnst það líka. Mér finnst appelsingulu fara mér mjög illa. Já, ég held að ég sé alveg sæti appelsingulu. Já, þú varst í appelsingulu að ammálna okkar en þú tíðust. Já, ég er alveg sæti appelsingulu. Já. En já, bara svona pæla í þannig, bara hvað það bókstaflega bara sem fyrir þig persónulega mun láta þig skína sem mest. Já. Mitt næsta, ég með 2 viðbót, drekka vatn, ok, bara drekka vatn, borða, þú veist, holt-ish, þú veist, auðvitað bara borða það sem þú vilt, en svona reyna að borða 80% kannski holt og hreyfa sig, þá ekki verið eitthvað svaka hreyfing, en bara, þú veist, farið að labba eða eitthvað, bara svona hlutir, láta mann alveg líka líta betur út. Já, og líða vel. Já, og líða vel og þá líður líka... þá lítur líka betur út eða líður vel. Já. 100%. Hvað segir maður? Strumpursteinn? Strumpursteinn. Strumpur? Nei, strumpursteinn. Strumpur. Það þú ekki tala restur af podcastinu.
bara setur ég þeir en nei, 100% og þá er ég ekki að meina þetta í ykkur svona eitthvað, já, þú farir að borða geggja holt og hreyfa þig geggja mikið þannig að þú getur eitthvað lítið út ákveðin hátt ég meira bara að segja þessu út að þetta mun láta það líða betur og það mun bara svona sína sig þú veist, út af við og senast mitt líka sem tengist líka þessu ef þér líður vel you will shine þú veist, ef að þú ert kannski í kringum fólk eða eitthvað svona sem að fara að láta þér líða illa eða þú ert stressuð eða kvíðin eitthvað svona það getur svona, ég veit ekki, mér finnst það svona sjást stundum utan á manni, maður kannski ekki alveg í svona besta skilju menn þú veist, ef maður svona reynir kannski að þú veist, fókusar á hluti sem að láta manni líða betur og í kringum fólk sem að læta manni líða vel þá lítur manni líka betur út og svona skín einhvern veginn meira 100% innan frá manni og líka sko bara ekki láta fólk hafa áhrif á hvernig þú vilt hafa þið til daglega, skilur já af því ég man alveg þegar við vorum í menntaskóla og við vorum alveg, okkur fannst bara gaman að vera smart og mála okkur og eitthvað og við fengum alveg frá fólki bara eitthvað svona bara, hvernig nennir ég þessu og akkur er þetta í svona skóm í dag og akkur er þetta í svona kápi og eitthvað svona, hvert þú að reyna bara, af því þetta lætum líða vel við kannski vorum ekki að klæða okkur að gera okkur til eins og kannski flestir í okkar skóla þú veist, það eru svona ákveðna tískur innan skólana fattari og þú veist, já, svona ég veit að maður getur alveg svona stundum vill maður fitta inn en þú veist, það sem maður lætur þér líða vel er bara það sem þú átt að vera að gera og þú veist, já, það skiptir engum máli við vorum líka bara eitthvað bara að við viljum það já, ekki láta annað fólk hafa áhrif á hvernig þú vilt klæði, hafa þig til hversu mikið að lítið effort þú vilt setja það er bara algjörlega up to you en bara the biggest glow up you can have er sjálfsöryggi og veljiðan 100% þannig að ég held sko, þegar ég horfa sjálf á mig mér líður eins og að bara versta sem ég hef litið út er þegar mér leið ekki vel og þegar ég var kannski í kringum fólk sem var ekki láta mig líða vel og ég er bara eitthvað svona, oh my god, þú veist, það sést bara eitthvað svona framan í mér eitthvað svona streitan það sést sko og það er bara eitthvað svona að þú veist ákveða þá að taka sjálf mig úr því situationi og þú veist, gera hluti í mínu lífi sem lét mér líða betur lét mér líka líta betur út skilur 100% en ef að fara í Big Sister Advice við erum með svona smá fullt random advice við erum bara með svona random eitthvað sem við hefum lært í gegnum lífsleiðina stóru systur ráð það vonandi finnst ykkur gaman að fá smá ráð mitt stærsta er að læra að segja nei án þess að útskýra og ég er alveg að ströggla með þetta sjálf ég er að ströggla með þetta sjálf líka þetta er eitthvað svona forever lesson af því alltaf þegar ég segi nei þá er ég alltaf einhvern veginn að afsaka mig og alltaf bara, það er nokkuð út af þessu það er út af þessu og þessu það skiptir ykkur máli, þú veist, þú segir bara nei og það er bara punktur og þarft ekki að vera útskýra nei, þú mátt segja nei og þú mátt hafa þín mörk og ef fólk er eitthvað pirrandi, þú veist, fólk má alveg vera pirrandi þú þarft ekki að vera eitthvað oh my god, þú veist, þessi pirrar út í sæði nei, þú veist, ok, það er hans vandamál ég man líka rosa mikið þegar við varum í menntaskóla að mér fannst svo risastór hlutur að öllum líkaði við mig að öllum fyndist ég skemmtileg og öllum líkaði allt sem ég sagði og var að gera oh my god, ég er enda svona sko eða þú ég, smá, ég reyna að gera það ekki en ég man alveg svona semi hvenar ég bara svona ákvað að loka á það það var þegar ég var í Valkyrjum oh my god, ok af því að þá vorum við bara svona hópur stelpum vorum allt saman eitthvað að dansa á eitthvað og við bara innprintum í hver aðra bara hættu að pæla hvað öðrum finnst og þú ert líka, það er bara ómögulegt að öllum muni líka við þig það er bara ekki hægt, þú sumum mun bara ekki líka við þig út af einhverjum astnalegum ástæðum þú veist, þannig að hættu alltaf við það er ekki hægt, þannig gerðu bara það sem þú vilt fólkin sem er að fara líka við þig mun líka við þig og fólkin sem er ekki að fara líka við þig er bara ekki að fara líka og það er bara fæn og það er það bara alltaf læg en líka út af því að ég heyrði þetta daginn mér finnst það mjög góð punktur ef þú ert ekki þú sjálf eða þú sjálfur 100% þá er einhvern veginn sko fólki sem að þú átt að kynnast og finna myndi ekki finna það og þau sjá ekki
þú veist, þú ert ekki þú sjálf en þá sjá þau ekki þig og þá geta þau ekki fundið þig, fattar þú hvað ég meina? Þú veist, kannski ef þú myndir vera 100% þú sjálf, þá myndir þú kynnast einhverjum sem er bara, vá, þetta er 100% manneskjan mín. En út af þú ert eitthvað að fela þinn innri persónuleika, eða fattar þú svona aðeins, þá munum ekki finna þig. Þannig að þetta er mjög góð setning. Næsta mitt er að sjálfstraust kemur ekki frá því að líta fullkomlega út. Já, 100%. Þótt þú fáir gervineglur og farir að lita þér hárið, farir í brúnkursbrautun, það gefur þér ekki sjálfstraust. Það allavega gefur þér ekki svona, það er ekki svona rótina sjálfstraustinni. 100% ekki, það getur látið líða aðeins betur. Þú munt alltaf, ef þú ert ekki með sjálfstraust innan með þér, þá getur þú gert hvað sem er, þú munt ennþá ekki vera með sjálfstraust innan með þér. Ég man ekki, að sko á tímabili, þá var ég með bara eitthvað brjála sjálfstraust. Það var þegar ég var að Valkyrju. Já, ok. Af hverju heldur það hafi komið? Ég held að hafi bara, að því við vorum svo ógeðslega margar og vorum bara krónist að segja bara, okkur er alveg saman hvað öllum finnst, við erum flottastar og við erum sætastar og við bara stóðum með því og ég hef aldrei verið með jafn mikið sjálfstraust og þá. Það er bara að því að ég sagði það við mig á hverjum einasta degi og þær sagði það við mig á hverjum einasta degi. Þannig að vera kringum fólk sem lyfti þér upp og talaði fallega til sjálfstíðin. Ég held líka eitthvað sem getur verið gott fyrir sjálfstraust ef þú ert bara ógeðslega mikið að ströggla og veist ekki alveg. Þú veist, að byrja bara á því bókstaflega að finna eitthvað eitt sem þú ert ánægð með. Bara það hlýtur að vera eitthvað sem þú ert ánægð með í þínu fari. Útleitslegt, kannski er það eitthvað sem þú ert góð í að gera. Bara ég er ógeðslega góð í að, ég veit ekki, í þessari íþrótt, eða í þessu fagi í skólanum, eða þessu. Og bara svona fókusa svolítið á það. Og bara, ok, ég er ógeðslega góð í þessu. Þannig ég ætla bara svolítið að einblína á það og alltaf ef ég er að tala neikvætt til mín sjálfs, þá ætla ég að minna mig á, nei, veistu, en ég er svona ógeðslega góð í þessu. Þú veist, og þá, og kannski myndi svo hægt og rólega að byrja að finna fleiri og fleiri litla hluti sem þú ert ánægð með. Fattar þau? Og svona, í staðinn fyrir að vera fókus á það sem þú ert ekki ánægð með, það eru allir með eitthvað sem þú eru ekki ánægð með í sínu fari. Veist, en bara að fókusa á það sem þú ert ánægð með. Bara í litlum skrefum. Það mun ekki koma sjálfur sér yfir nótt eða eitthvað, en bara byrja í litlum skrefum og bara auka sjálfstraustið þitt. Og vera í kringum fólk sem að lyfti hvort öðru upp líka. Og vera að peppa hvað aðra áfram. Það er key. Það er betra að vera einn en í slæmum félagskap eða í slæmum sambandi. Þú veist, ef þú ert í kringum fólk sem að er ekki að lyfta þér upp er að láta þér líða illa hvort sem að sé vinasamband eða rómantískt samband. Og þá getur maður stundum verið kannski hræddur að slíta þig og maður vill ekki vera einn. En það er betra að vera einn og þá myndur líka bara frekar finna þitt fólk. Því að ef þú lætur þetta frá þér, þá ertu að gera pláss fyrir nýtt og betra fólk. 100% að vera ekki að umkringa sér fólki sem að lyftir ekki upp. Nei. Og ertu pikki á hvaða fólk leifir að vera í kringu þig. Út af því að þú veist, það hefur svo mikil áhrif á bara líðan þig sem mannesku, fólk sem umkringist og þú vilt, bara þú vilt vera pikki, þú vilt að það sé gott fólk sem þú ert, þú veist, stendur með, eða svona sammála til að þau trú, ég fatt hvað ég meina. Bara svona, ég veit ekki, fólk sem lyftir þér upp og fólk sem að þú er stolt af umkringast. Og sko bara fólk sem að þú þarft social battery að vera í kringum. Ég myndi bara ekki næna að vera með henni fólki. En það er svona, það þarft að vera fólk sem að, þú veist, þú þarft ekki social battery sem þú getur verið 100% þú sjálf, án þú þurfa að setja með eitthvað grímu eða eitthvað frá og bara tekur þér eins og þú ert og þú tekur þeim eins og þau eru. Það er bara, og þetta fólk er að núti og þú ert ekki búin að finna þetta fólk. They're out there, bara trust us. Án gríns, þú veist, ég þarf bókstaflega 0 social battery til að vera í kringu þig. Same. Það er bara 0. En líka bara út af þú veist, ef ég er bara ekki í stuði, þá, eða eitthvað svona, þá er ég bara, ok, setjum bara sófanum í símanum aðeins. Og síðan allt í neyri komin, eða fattu þau? Mér líður ekki eins og ég þurfa alltaf að vera bara, ok, hvað hefur að tala um næst? Nei. Skilurðu? Þú veist, þannig setjum við kannski, erum bara ekki að spjalla í, þú veist, 5 mínútur og erum bara þögn. Og svo allt í einu fyrir að tala aftur, skilurðu. Og það er ekkert eitthvað svona vandræðilegt. Nei, það er bara ógeðslega eðlilegt. 100%, þannig að bara svona gett þægilegt eitthvað. 100%, og verður að finna, eða það er svo mikilvægt að finna hvaða fólk þetta er fyrir þig.
fólk er ekki að pæla í þér jafn mikið og heldur. Ég skrifaði það líka niður. Að það? Ég sagði það allir að pæla meir í sjálfum sér heldur en þér. Já, einmitt. Það er svo satt. Já, þetta er alveg steikt sko. Já. Af því maður heldur einhvern veginn að þegar maður er labbandi úti að allir sé bara, oh my god, ljóti buxur, ljóti skór, ógeðslegt hár. Svo hvað heldur hún sé? Akkur hún að labba svona? Já. Akkur hún er út að labba, akkur er bara heima. Já, akkur hún að segja þetta, akkur sagði hún ekki svona. Já. Það er enginn að pæla í þessu. Og þegar maður er býrið, bara eitthvað, akkur þess að býrið, akkur stendur svona afstæðlega. Já. Maður er bara eitthvað sækó, sko. Það er svo, sko, pældi, þú veist, ef maður er að halda svona kynningu í skólanum, í mennskóla, hvað maður var alltaf ógeðslega stressaður. Föl og pína. En þú veist, manst þú eftir einhverjum sem hélt kynningu? Einhverjum öðrum? Nei. Heldur þú sjálfur þér? Og maður var ekki það mikið að pæla þeim. Alls ekki. Maður sat hann að hlusta, maður var bara í símanum. Já, það er alltaf kannski ekki alveg það besta. En já, þú veist, maður var ekki, það er enginn að pæla svona ógeðslega mikið í öllum smáatriðunum sjálfa eins og þú ert að gera. Nei, alls ekki. Alls ekki. Þannig að do what you want. Já. Mitt næsta er Mitt besta Mitt næsta er þetta er svona strákamál. Okay. Ef þú ert óviss hvort að strákur sé að fíla þig, sé sefina þér og þið líður eins og þú veist alltaf að eldast við hann og hann er ekki að svara þér og er þetta ekki strákur fyrir þig? Nei. Beilaði á þetta. Já. Hættu. Bara, það er einhver annað úti sem er að fara að vera sjúkur í þig, er að fara að vilja tala við þig og bara, þú veist, þetta er bara ekki gæmi fyrir þig. Nei, ég skrifaði sko nánasta saman. Já, ég skrifaði ef einhver er til í þig, þá sýnir hann þér að. Já. Þú vilt að hann sé sjúkur í þig. Já. Og þú veist, ok, sumir eru feimnir, bla 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 bla. En, þú veist, ef þú ert alltaf einhvern veginn questiona, ég veit ekki hvort þér hrifin að mér. Þú veist, ef þú ert alltaf bara eitthvað, oh my god, hann er ekki búin að svara mig í 2 daga og þú veist, hann hitti mig bara einu sinni í viku, þú veist, vill hann eitthvað hitta mig, þú veist. Þetta er ekki bara, nei, þá er hann að öllum líkindum að tala við fullt af stelpum. Já, og þetta er bara, sorry, mjög hars en þetta er satt. Já. Hann er bara ekki eins hrifinn af þér og hann á að vera. Nei. Og það segir ekkert um þig að því bara þú ert að finna einhvern annan. Og líka bara það sem þú átt skilið að einhver sé sjúkur í þig. Já, og þú sé sjúkur hann á móti. Já, og þú átt skilið að einhver sé bara obsessed með þig. Og bara vilji hanga með þér ógeðslega oft og bara, þú veist, að þú þurfir ekki að questiona. Já. Þú vilt bara vita, hann er ógeðslega hrifinn af mér, ég er ógeðslega hrifinn af honum. Já. Þú veist. Og við svolítið lærðum þetta þegar við erum eldri. Já. Að vera bara eitthvað svona, að nenni ekki eitthvað svona bullshiti. Já. Að bara, halló, viltu spjallaði mig eða viltu ekki spjallaði mig? Já, bara ekki vera eitthvað svona spyrjað leik. Það er bara fáralegt. Já. Og nú erum við náttúrulega bara að tala um stráka og við erum báðar, þú veist, kynniðarstelpur. Já. Þannig að þú veist, við getum svo sem ekkert verið eitthvað mikið að tala um, eða þú veist, við höfum bara ekki reynst þannig en öðru. Nei, en þú veist, líka both ways, eða strákur að hlusta. Já, eða stelpa að tala við stelpur. Já, eða þú veist að tala við stelpur sem hefur engan áhuga. Já, eða þú veist að tala við stelpur sem hefur engan áhuga þér. Já. Þá bara hefur hann ekki áhuga þér. Nei, veistu, þetta getur líka verið, þú veist, með vini. Já. Út af stundum kannski á maður vini og maður svona, oh my god, þú veist, ég er making all the effort. Já. Vinkonum mín heyrir aldrei í mér, ég er alltaf svo sem planar. Þú veist, ok, auðvitað mælum alveg með því að kannski bring it up og tala og segja, og það kannski stundum er fólk kannski, veit ég, búin að líða illa og er ekki búin að hafa tíma í að plana eitthvað. En ef þú ert konstantli í einhvern veginn svona óviss hvað einhverjum finnst um þig og hvort einhverjum líki við þig. Já, hvort það vilji hitta þig. Já, eða hvort það finnst skemmtilega, þú veist, þetta er þá kannski bara ekki fólkið fyrir þig. Nei, alls ekki. Og þú vilt vera í kringum fólk sem að þú ert confident og líður vel með og veist að þeim líkar eins mikið við þig og þið líka við það. Já. So true. Ok, mitt seinasta er að hlusta á innsæi sitt. Já. Og þá meina ég bæði þau hvort það sé eitthvað sem þér finnst vera rangt að gera eða rétt að gera. Hlusta á það sem þér actually finnst. Já. Ekki hlusta á það sem öðrum finnst. Ekki fara, ekki ítast, hvað sem ítast undir hópþrýsting. Ekki, bara ekki láta hafa áhrif á þig. Já, fyrst og fremst að hlusta á hvað þér actually finnst rétt og fylgja því. Og líka það sem ég meina með þessu er, ef að þið grunar eitthvað, eða eitthvað sé skrítið, eitthvað sé, og þetta á við allar aðstæður. Þá í öllum líkindum er það. Öllum líkindum. Og ég sérstaklega tala við
stelpur og konur, það eitthvað svona ég ángriðs þetta þing, eitthvað svona woman's intuition, að við bara finnum á okkur ef það eitthvað sem er ekki alveg rétt, ef einhver að ljúga þér, líka bara ef einhver svona smá iffy, þú veist, þú kannski situation og þú bara svona, ég veit að það eitthvað ekki alveg í lagi, ef maður færi eitthvað svona tilfinningu, ef maður sé eitthvað skrítið eða eitthvað, farur á aðstafanum, fylgdu í, skilur félagsmannskinni, bara please, ekki hugsa, nei, kannski hef ég rangt fyrir mér, nei, hlustaðu, please hlustaðu eins og þetta, ég veit ekki hversu mikið aðstæðum ég verið í, það sem ég bara svona, það er eitthvað ekki alveg, og það var alltaf verið rétt, alltaf, hlusta á inside-ið, hlusta á gut feeling, það er ástæð fyrir að þú færð gut feeling, stay safe and glowy and cute, við heldum með ykkur öllum, við bara gera það sem að, þú veist, pointið með þessu svona í grunninn bara gera það sem ykkur langar að gera, hugsa vel ykkur, við erum bara að reyna að hjálpa ykkur, hífa ykkur upp, algjörlega, bara vera besta útgáfan af sjálfum ykkur, af því að það er alveg meira en að segja. En það er bara allt pointið með þessu, besta útgáfan af sjálfur sér, og þetta er alveg learning curve, þú veist, maður er ekkert að fara bara að horfa á eitthvað lista og vera bara, ok, flott, næsta dag er maður bara komið með þetta, nei, það er ekki hægt, og við erum ennþá að læra á hverjum minnstæði, algjörlega, og maður er að læra út lífið og finna sjálfan sig út lífið, sko, þannig að við segjum bara takk kærlega fyrir að hlusta þáttinn, þetta var gaman, uppbyggilegt, öðruvísi, algjörlega, mjög skemmtilegt, þannig að við takk fyrir að hlusta, minnum á TikTok, Instagram, á Instagram erum við link af Drama of the Week, sem er algjörlega nafnlaus, endilega senda inn þar að því við munum taka fyrir allt. Og það má líka vera, þú veist, það má vera drama þetta, en sem má það líka vera bara eitthvað, ef þið viljið eitthvað advice, eða bara eitthvað fyndin saga, ef þið viljið fá advice eitthvað sérstakt, eitthvað, getur verið hvað sem er. Við erum alltaf til að lesa og hlusta og whatever, þannig að við sjáum bara hress og kátt í næstu viku. Ég segi bara bless. Keks.